Komið þið sæl, það var sól og blíða á austanverðu landinu í dag og hiti fór í 20 gráður á Egilsstöðum og eins í Bakkagerði en það þykknaði smám saman upp í morgun hér á vestanverðu landinu og þegar þessi mynd er tekin rétt upp á klukkan 2 þá var svona skýjahjölan farin að dreifa sér svolítið langt yfir vestanvert landið og inn á Húnaflá og átti þarna skammt eftir inn í Skagafjörð. En það eru nokkrar sviptingar í veðrinu framundan hjá okkur næstu daga. Það verður mjög hvasst víða á landinu á morgun og ástæðan er þessi lægð sem við sjáum þarna yfir Grænlandi. Hæðin er hér suður af landi og heldur á móti og það veldur því að það verður mjög mikill stigull hérna yfir landinu og hvassviðri. Það verður ekkert ferðaveður fyrir fólk sem ætlar að fara með hjólhýsi eða aftanivagna eða húsbíla til dæmis á norðanverðu landinu á morgun og fram á laugardag og það er ekki sniðugt að vera mjög mikið til dæmis ætla að vera í gönguferðum á þessum slóðum. Gular viðvaranir vegna vinds taka gildi í kvöld og síðan áfram á morgun og þær verða appelsínugular á Breiðafirði og síðan á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra á morgun, ekki alveg á sama tíma þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða vel viðvaranirnar á veður.is en á Suðausturlandi þá verður viðvarandi gul viðvörun vegna vinds, einkum vegna sviftivinda í Öræfum frá morgundeginum og síðan alveg fram eftir degi á laugardag. En þetta verður svona þokkalegt núna í fyrramálið. Þessi er svona sunnanátt 5 til 10 metrar á sekúndu seint í nótt en verður fljótlega 8 til 15 á svæðinu og það verður skýjað og einhver smá væta sem fylgir þessu. Það má alveg búast við því að það verði hvasst en þetta er þó ekki áttin sem að veldur hvað mestum kviðum til dæmis á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli en leið að við erum komin norður á Snæfellsnes að þá hvessir talsvert. Á Breiðafirði og Vestfjörðum þá verður að samskapi þokkalegt veður til að byrja með en gulu viðvaranirnar taka samt gildi strax í fyrramálið og fyrst og fremst höfum við það áhyggjur af vindhviðum á norðanverðu Snæfellsnesi meðal vindhraði verður þetta 15 til 18 metrar á sekúndu og vindhviður gæti orðið 30 strax í fyrramálið og þar með á ekki að vera á ferð með aftanivagna eins og hjólhýsi eða á húsbílum sem að taka á sig mikinn vind. Það er bara uppskrift fyrir því að það verði foktjón. Það verður svipað veður á Vestfjörðum, gulviðvörun þar í gildi, líklega þurrt á norðanverðum fjörðunum, svona allavega til að byrja með og inn í Djúpi, en rigning á sunnanverðum Vestfjörðum. Það eru líka gula viðvaranir í gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra og síðan á Norðurlandi eystra líka og það á þá einkum við Tröllaskagan utanverðan og Eyjafjörðinn. En það er hægari vindur og svona skapleira veður eftir því sem að austar dregur. Það verður breytilega átt væntanlega inn til landsins til að byrja með en verður líka mjög hvasta með hálendinu síðdegis. Hitinn þetta 10 til 12 stig og hann verður líklega hæstur áfram á austanverðu landinu á morgun. Á Suðausturlandi er svona svipað að sjá í kortunum þessi suðvestanátt sem við höfum áhyggjur af en hún er skaplega í fyrramálið þannig að það er hægt að færa sig á milli svæða á Suðausturlandi í fyrramálið en síðan hvessir mjög mikið við Öræfi og ekki sniðugt að vera þar á ferð eftir hádegi. Þetta kort gildir klukkan 21 og þá eru í gildi appelsínugular viðvaranir á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra og þá þar með það líka á Ströndum. En appelsínugula viðvörunin á Breiðafirði hún verður í gildi miðjan dag. Það er áfram rigning en miklu skapleira veður á austanverðu landinu. Sjáum hérna hreyfimyndina, sjáum hvernig þessar viðvaranir ganga inn og út. En eins og ég sagði á hana þá verður líka ekkert veður til þess að vera á ferðalagi eða gangandi og það verður örugglega mjög mikil snjóbráð til dæmis að Fjallabaki og gæti orðið erfitt vik bæði á Fimmvörðuhálsi og Laugavegi. En það svona dregur smám saman úr vindi á laugardag, útlit fyrir bjartviðri víða land og nokkur hlýindi og sunnudag þá verður nú líklega að fara að þykkna aðeins upp og jafnvel með einhverju þoku á vestanverðu landinu en áfram þokkalegasta veður þannig að það er hægt að fara af stað á laugardags eftirmiddag og njóta veðursins á laugardagskvöld og sunnudag ef fólk vill. Og það er sem sagt má segja stórviðri miðað við árstíma í kortunum á norðanverðu landinu á morgun, ekkert vera að fara af stað á bílum sem taka á sig mikinn vind eða með hjólhýsi í eftirdragi og þau sem ætla að vera á göngu til dæmis að Fjallabaki í mikilli bráðnun þess snævar sem að þar er eða í þessu mikla hvassviðri sem verður bæði á norðanverðu landinu og eins á Vestfjörðum og til dæmis á Hornströndum. Það er mjög gott að vera vissum að þið komist í skjól inn í húsi á meðan það gengur yfir. Verið sæl.